Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu á þessu regnvota mánudagskvöldi, að minnstakosti hér sunnan heiða. Ég heiti Björn Þorláks og hjá mér eru Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Verið velkomin hér að rauða borðinu enn eina vikuna. Jarðskjálftinn, funduð þið hann? Nei, klukkan hvað var hann? Hann var hérna milli hádegis og kaffis. Já. Ég var hérna inni að taka viðtal líklega á þeim tíma. Já. Hann kom ekki hingað, jarðskjálftinn. Nei, ég fann aðeins fyrir honum. Hvað var hann í þingkoltunum? En þá skiptir þetta ekki máli, þessi jarðskjálfti. Já, ef maður finnur hann ekki, þá skiptir hann ekki máli. Nei, og líka þátt og finnir hann einhvers staðar í þingkoltunum og ég meina, það það jarðskjálftar hér út og svo er ekki verið aðal fréttin í dag. Er ekkert að frétta í Íslandi? Þetta er bara samkvæmisleikurinn. Fannstu jarðskjálftan? Já. Hvað var hann stór? Vitið við það? Það brotnaði ekki einu sinni vasi. Nei, það var 4,5. Já. Nei, ég var bara að veltaði fyrir mér Hvar var þetta? Þetta henglinum. En það fyrir að kjósa það bara? Já, ég var að veltaði fyrir mér sko hvort þetta væri að starta einhverju stóru núna af því að við erum nýbúin að vera með jarðvísindamannin eldfjallafræðingin sem sagði að allt væri dautt. Því að það hefur komið fyrir áður. Þegar menn stíga fram og segja ég held að það sé búið, að þá fer allt stað. Já, heyrðu en hérna. En það er hann svolítið, hérna, því að það er alltaf verið að segja okkur, þetta færir svo, það getur verið að kjósa út á Reykjanesi eða þá í Henglinum og svona meðan þannig svolítið djarfur. Að segja að það verði kannski ekki meira gos okkar líftíma eða? Já. Og það er náttúrulega þetta mjög skiptar skoðanir en hérna, það var líka smá jarðskjálfti niður í þinghúsi þegar Snorri ætlaði að byrja að tjá sig um einhver mál þá safnaði saman fólk á áhorfendapöllum og þeir eru að rjúfa þingfund vegna láta og var það engin skaði af? Nei, mér datt í huga hérna eitt af því sem að verði við rauðaborðið í kvöld er viðtal mitt við hérna Óla Þ. Harðar, stjórnmála fræðing og hann er að tala sko hvað Miðflokkurinn í rauninni reið mögrum hesti frá þessum kosningum þótt hann fengi sko hellinga fólki, hellinga fulltrúum þá fær hann eiginlega engin völd, það er bara í Reykjanesbæ sem er smá völd. Þetta er ósmertanlegur þessi flokkur. Já, og mér var hugsað til þess sko hvort sem sagt þetta sem gerðist í dag í þinghúsinu væri bara hluti af þessum hvað maður að segja þessu íslenska ferli að Miðflokkurinn skapar hávaða en er samt ekki með svo mikil raunveruleg völd. Fólki sem var á pöllu var að mótmæla frumvarpinu sem að öllu líkjum að fer í gegnum þingið. Mér finnst það svolítið skrítið að því að þau blása þarna í einhverja dómaraflautur þegar að Snorri byrjar að tala. Já, en hann er bara í stjórnarandstöðinni. Þetta er frumvarp sem er lagt fram að ríkisstjórninni. Já. Þannig að mann finnst eins og mótmælinni að beinast gegn þeim sem hafa völdin. Ég sammálaður með það. Snorri er alveg valdalaus í þessu máli. Þannig séð. En já. Þetta er... Má ég vera svona áhorfandi sem er ekki að fylgjast með? Hvað var verið að púa á Snorra? Já, svo flautaði dómaraflautur svona. Já. Rauninni... Hver var hans ástæða? Sem ég er að ganga með svona dómaraflautur. Ég líkar ekki eitthvað sem einhver segir. Það var bara blásið flautur. Þetta stitt manni leið. Í staðis að segja 10 sinnum fyrirgefðu en afsakaðu en bara að geta bara blásið í flautu. Ég getur stitt manni svo rosalega. Ég ætla ekki að gera það. Ættu við. Þetta er ekki góð leið í samskiptum. Nei. Að búa fólk. Nei. En sko, svo hafa fasteignamálin verið hérna til umræðu í dag fleira sem við ætlum að taka á en þú ætlar að halda áfram með pervertíska nánast hérna áhugaðinn Gunnar Smári á kennslumálum. Ég er líka að tala fasteigna. Já, ég veit það. En við endum þáttinn er það ekki á... Þetta er nú ekki... segir það? Ég talaði við Hafþór Guðjónsson sem hefur verið að kenna alla sína hunds og kattatíð. Verið í framhaldsskólum og kendi vel efnafræði í MS. Já. Og hefur verið að kenna kennara nemum og er doktor, fór í doktorsnám í kennslu, svona fræðum. Já. Er svona svolítið á línu Edelstein og fleiri sem hafa komið með svolítið, sem við myndum segja hafa komið með nútímann inn í íslenskt skólakerfi. Er svona þeim megin. Það er hugmyndir að svolítið undir högg að sækja
menntamálaráðherrann á móti þeim og fleiri að eigi að ræða við börn að aðal atriði í kennslunni sé að örfa þau og hvetja og til þess að gera þau hæfari til þess að taka þátt í samfélaginu og sækja sjálfþekkingu. Þið kannist við þetta, það verið að við bara kenna börnunum að lesa, reikna og skrifa og mæla tíman hjá þeim og hætta öllu þessu kjaftaði. Þetta svolítið svona stemmingin. Þannig við finnst gaman að tala við menn eins og Hafþór. Og það sem áhugavert að tala skólamál að það að maður alltaf að tala eiginlega lífið og manneskjuna, hvernig við erum samsett og hvernig við lærum og hvernig við nemum og hvernig við erum hæfust til að lifa. Þannig að þetta endalur skemmtilega umræða og veit alveg af viðbröðum að ég segi þessi ekki eins mikil viðbröð og við fasteignamarkaðnum en næstu því. Nei. Ég heyrði í dag á förnum vegi að kreppan í grunnskólanum, næsta kreppa væri á leiðinni inn í framhaldsskólana, að þeim gert að skera niður 7,1% og engin skilur hvernig þeir eiga að fara því. Það ekkert fyrirlega til að taka. Skárinu 1 ár daginn. Já, og sem sagt, viðmælandi minn sem vill ekki láta nafnsi sketið, en í þessum bransa, hann segir að með vissum hætti megi halda fram að framhaldsskólakennarar séu farnir að hafa það ansi skítt miðað við grunnskólakennara. Það hef ég nú ekki heyrt. Ég hef nú verið framhaldsskólakennari og grunnskólakennari. Já. Framhaldsskólakennarar eru frekar ánað stétt og mikil eftirsókn í störf framhaldsskólakennara. Það alveg rifist stöðurnar, Já. Erfitt að fá inni í framhaldsskólanum. Það ekki eins mikið foreldra álag í framhaldsskólanum. Já, bara minni kennsluskylda og svona. Þannig að fólk yfirleitt mjög ánægt í framhaldsskólanum. Já, en það eitthvað verið að sverfa núna að til stáls í þeirra málum eins og allstaðar í þessum blessaða menntakerfi. Það kom ljós í síðasta spjalli mínu skólamál að eiginlega mesta álagi í grunnskólanum eru foreldrarnir. Já. Það er nú það. En svo hugmyndur hvað skóli á að vera sem nú bara brjóstvitt einhverja foreldra. Já, flestir vilja nú að börnin sín læri með þeim aðferðum sem þeim voru kent sjálfur eða sjálf. Það hlýtur að vera rétt að ala börn upp eins og ég var alin upp, því annars væri ég náttúrulega ekki svona frábær. Þetta því miður afstaða margra. Einmitt. Þetta eins og með læsið, ég skil aldrei að þetta læsið svona mikið vandamál því að bara mamma kendi mér að lesa á nokkrum dögum þegar ég var 4 ára gamall og ég bara skil ekki vandan en það bara Nei, þú bara farað með börnum til mömmuðinnar ég finnst að ég taka bara rúndur en maður fekk alla þennan tíma maður fekk alla þessa athygli innan heimilisins og það náttúrulega bara þessi heimur horfinn að miklu leyti þannig að grunnskólanir að taka við nemyndum úr allt öðru umhverfi heldur en var og svo líka eins og ég skil þetta þá eru foreldrar óöruggari í uppeldinu og vilja að skólinn taki uppeldisskyldur sem að skólinn ekkert smíðað til þess að gera þannig að það líka svoleiðis áræður að við viljum að barnið okkar fái svona viðbröð og við sérlega tryggi það í ykkar tíma og þá segir kennari kannski nei við erum bara ekki á þeirri línu að barninu sé aldrei andmælt nei það ekki hér við andmæli barninu við þurfum við þurfum að veita þessum stóðum í menntakerfinu aukið aðhald því að annars fúnar þetta á brestur og við þurfum líka að veita aukið aðhald til það sem að gerast í fasteignaheiminum og þú kynntir þér það Gunnar Smári líka í dag. Ég fekk hann Baldur Jessorski sem fasteignarsali, hann skrifaði grein á Vísi að var að benda á hversu algengar það væri að fólk sem ætti eignir fyrir bæði leigufélög en líka bara svona efnaðir einstaklingar sem eiga kannski 2-3 ára auka íbúður. Að þetta orðnir mjög áberandi kaupendur á markanum og þrýsta verðin upp þannig að ég fekk hann til þess að koma og spjalla um mig og líka bara svona ýmis dæmi af fasteignamarkaðnum. Hlutfall þess að venjulega fólk sem á eina húseign að kaupa sér heimili. Það er bara í frjálsu falli. Já, það er svona hægt og bítandi.
ekki kannski frjálsufalli, heldur hægt og bítandi hefur hlutil þeirra minkað og þeir sem eiga íbúði fyrir við þetta lögmál ef ekki eitthvað unnið gegn því að auður leitar þangað sem auður fyrir og þeir sem ekki eiga auð eiga alltaf verið að megnast eitthvað og því miður húsnæðiskerfið okkar ítir öfurlega undir eignamyndu þeirra sem eiga eitthvað fyrir og gerir þeim erfiðara með eignast eitthvað sem ekki eiga og ég held að sé engin stjórnmálamaður sem myndi þora að koma fram og segja að þetta er það sem við viljum að þetta er það sem þannig að þetta er sköpunarverk stjórnmálafólksins og stjórnvalda en sem engin vil gangast við einhvern veginn en ég ætla nú að fara að njóta þess að tala við Baldur sem hefur reynslu af því að selja fasteignir tala fasteignamarkaðinn þannig ekkert kannski út frá svona allt og mikill í pólitík. Nei, Nú, líkt og ég nefndi áðan, þá kemur Ólafur Harðarson og rýnir í það sem gerst hefur eftir að við gengum til kosninga. Hann nú alveg rosalega hrifinn af henni Hildi Björns, augljóslega, oddvita Sjálfstæðisflokksins og finnst að hún hafi svona með vissum hætti að hún hafi ögrað öflunum og tekið sjálfstæðar ákvarðanir í því hvernig hún setti saman þann meiri hluta. Hvaða öflum? Ég held dæmis þá náttúrulega upp í hádegismóum þá voru menn að brýna hana mjög til þess að semja við miðflokkinn og svona og við ræðum það svolítið hvort þarna er komin manneskja sem tekur við af Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem formaður Framsóknarflokksins. Svo ræðir hann líka breytingarnar sem verða með því að Píratar eru ekki lengur í rauninni hvorki fugl né fiskur. Þeir eru búnir nema að þeir ætla að berjast fyrir Evrópu sambandsaðild hefur maður heyrt. Það er svona það litla sem Octavía að formaðu koming og þetta er svo erfitt með að skilja af hverju það var hlutur Pírata að berjast fyrir Evrópusráðinu, ég bara náði ekki. Nei. Þegar ég man ekki eftir að Píratar hafi einhvern veginn verið svona skýr Evrópuflokkur. Nei, þetta er áhugavert Það var aldrei Hildur taki við, ég meina, hvað það að tala 2034 eða? Hún þarf að vera borgarstjóri í nokkur korter áður hún fer yfir í að vera formaður, eða ekki? Hvað halda landsfundin reglulega? En ég meina, hún er ekki orðin borgarstjóri, hún var það bara í dag, eða ekki? Ég held að það sé bara morgun. Nei, 1. júní, eða ekki? Annarkvort í dag eða morgun. Nei, það er á morgun og þriðjudegi. Já, ég held að sé á morgun. Það er á morgun. En hún er ekki orðin borgarstjóri, og þeir eru búin að gera hana formanni. Já. Við elskum þessa samkvæmisleiki. En erum við ekki að meina að hún þarf að vera allavega í 2 kjörtímabil? Jó, hún þarf að klára það að vera borgarstjóri. Ég held að bæjarstjórinn í Kópavogi sem nær þessu. Já. Hún gæti raunverulega hætt á miðju þessu kjörtímabili. Eftir stæðsta sigur Sjálfstæðisflokksins í sögunni. Nafna mín. Já. En þetta eru svona skemmtilegar fabuleringar og Ólafur náttúrulega veit helling. Hann sagði eitt sem að ég vissi ekki að þessi 3 sem að mynda núna nýjan eru í forsvari fyrir nýjan borgarmeirihluta Einar, Þorsteins, Björg hjá Viðreisn og Hildur. Þau eru öll með B.gráðu úr stjórnmálafræði hjá Ólafur. Þetta er hans fólk. Nei. Þetta er hans fólk. Já, er Hildur ekki lögfræðingur? Jú, svo lærði hún lögfræði eftir hún tók B.gráðu í stjórnmálafræði. Já, hvað þeir? Heyrðu, en þarf maður að vera lögfræðingur til þess að vita hvað er satt og rétt og ýkt og logið í þínu framlagi til Rauðaborðsins í kvöld. Þú ætlar að fjalla ansi ögrandi og viðkvæm mál. Já, ég er mjög ringluð eftir viðtalið sem ég tók út af því að það ég skynja svona svona hjá Jóni Ármanni sem bara síðan byrjunni. Jón Ármann Steinsson var í viðtali Geirfinnsmálið daginn. Vinur Sævars Íselskis. Já, vinur Sævars Íselski og er og í lok viðtalsins þá kemur það fram að hann hafi læknast af 4. stigs krabbameini og að hún framhjálpi gata þess. Já, það kom svona fram í lok viðtalsins og ég staldraði við þetta og fannst það áhugavert því að venjulega höfum við heyrt að því að það sé oft dauðadómur að vera komin með það alvarlegt stig af krabbameini.
Og svo bendir hann mér á það að það sé læknir sem að heitir Karl Sævarsson sem að halda utanum fólk sem að hefur valið að nota lyf sem heitir Ivermectin. Karl Snæbjörnsson eða ekki? Karl Snæbjörnsson, já. Karl Snæbjörnsson læknir, kallaðist Kalli Snæ og margir þekkja hann til því nafni, en hann sem sagt búin að vera að rannsaka þetta lyf sem heitir Ivermectin sem að eiginlega umræðefni þessa spjall sem ég átti við þá í dag sem að var 1,5 klukkutími því að þeir höfðu margt máli að segja. Og Kalli eiginlega ekki læknir, hann sviptur læknarlyfinu. Já, hann var sviptur læknarlyfi og fyrir það sem að hann vill meina sé að hann var ekki sáttur við það. Nei, hann var ekki sáttur við það. En hann ennþá án leyfis. Já, en hann starfar við það núna að í rauninni aðstoða þá sem að leita til hans til þess að fá þetta lyf og það, þú veist, ég fór í heilmikla rannsóknarvinnu. Hann farvegur fyrir einhvers konar svartan markað á þessu lyfi sem læknar vilja ekki. Já, allavega hann að veita ráðgjöf en það sem að mér fannst athyglisvert að ég fór í rannsóknarvinnu og ég fann fullt af upplýsingum þetta í til dæmis Bandaríkjunum þar sem að fræga fólkið að fara þessa leið og þar eru margar sögur og staðfestar af læknum þar sem fólk hefur hreinlega læknast af mjög alvarlegu krabbameini þar sem það hefur verið búið að fá sinn dauðadóm. Vegna þessa lyfs? Já, með þessu lyfi. En vísindin heilt yfir neita viðurkenna að það virki? Líklega vegna þess að það ekki hægt að sýna fram á að þetta sé rétt. Já. Á ég að útskýra? Þú ert fordómfullur. Jú, má ég útskýra eitt? Það sem að og ég núna á síðasta sólarhring búin að vera að kynna mér þetta og mér finnst þetta bara mjög áhugavert út af því að ég vissi til dæmis ekki að í Bandaríkjunum virkar þannig að það eru lyfjafyrirtækin sem að fjármagna rannsóknir. Ef að lyfjafyrirtækin sjá engan hag í því að rannsaka eitthvað lyf og selja það, þá eru þau ekkert að setja fullt af fjármunum í slíka rannsóknir. Þarna komið lyf sem dottið úr einkalyfi. Þannig að það enginn að fara að græða á því. Og bara engu dottið í huga að rannsaka þetta. Og þess vegna, og rannsóknir kosta milljónir og milljarða, rosalega dýra svona alvöru, svona rannsóknir þar sem við erum með viðmiðunarhópa og almennilegt úrtak og svona. Þannig að það það fyrsta sem mér þótti merkilegt þegar ég fór að lesa mig til þetta. Í öðru lagi þá náttúrulega verið að gagnrýna lyfjaeftirlit Bandaríkjanna fyrir það að það fjármagnað að lyfjafyrirtækjum. Þannig að það svona heilmikið hvað ég segja, klúður í heilbrigðiskerfinu að lyfjafyrirtækin virðast hafa svona sterk ítök og það í rauninni það sem að þeir sem eru inn á þessu lyfi að gagnrýna. Þetta spyr mjög afgerandi spurning. Það var mikið fjallað þetta lyf í COVID af því það átti líka lækna COVID. Þetta búið að vera í umræðin þetta lyf langa lengi og mér skilst að þetta sé notað víða í miklu mæli og Indverjar eru mikið að vinna með þetta lyf og nú búið að leyfa þetta í ýmsum löndum og í Bandaríkjunum verið að vinna að því að það hægt að fá þetta og læknar geta ávista þessu. En hér hefur vandinn í rauninni verið að lyfið á endanum fór hann Kalli Snæ í einhver málaferli til þess að fá leyfi til þess að ávisa þessu lyfi og endanum var það og nú ég að bara hafa eftir honum það sem hann segir við mig í þættinum á endanum var það samþykkt að lækna mættu ávisa þessu lyfi. Það næsta sem gerist að það hækkar mörg hundruðfalt í verði þannig að það ekki hægt að kaupa það í rauninni og þó að læknar ávisi því þá engin efni á því að leysa út nema hann sé einhver milljarðamæringur. Þannig að það áhugavert. Þannig að það einhver svona Það ekki bannað? Það ekki bannað og það ekki skaðlegt á neitt nátt, það ekki aukaverkanir. Þannig að
það voru fullt af spurningum, svona spurningum sem vöknuðu og ég nú kannski svona trúgjörn, en ég var svona alveg upprifin yfir ýmsum atriðum sem komið þarna fram í þessu viðtali. Þið væri búin að finna lækningu við krabbameini hérna? Já, ég ætla að vona það. Ég ætla bara að vona það að það sé til og við jafnvel séum að vekja upp einhverju umræðu sem gæti hreyft við því að það sé þá allavega að rannsaka. Þessi umræðu verið sem að leiddi meðal hans til þess að hann var sviptur læknaleyfinu. Já, en það er enginn sem hefur sýnt fram að skaða á notkunarsefnis til dæmis, en það er fullt af fólki sem telur sig hafa læknast. En hann verið sviptur læknaleyfinu fyrir að gefa út þetta lyf? Ef það er engin skada af þessu, ef þetta bara læknar fólk? Af því að það er ekki samþykkt, hann er náttúrulega að lýsa því að hann verði fyrir hálfgerðum ofsóknum og það er eitthvað sem hans upplifun og það er við að tala um að sé þöggun í kerfinu og það verði allir að fylgja þeim hugmyndum sem eru gefin út og landlæknir, ég heyri oft í einhverjum læknum sem eru að tala um að landlæknir þeir þori ekki hinn og þessu út af landlækni út í að það er svoleiðis eftirlit þar að það er verið að senda fólki áminningar og svona ógna starfsöryggi fólks og læknar að hittast í leynihópum hérna á Íslandi. Og það hef ég heyrt krabbameinslæknar sem að vita það að bara með að gefa út lyfsiðláta lyf þá getur lækna sjúklinga sína en þau vilji ekki gera það af ótta við landlækni og þeir hittast í einhverjum kjöllurum hérna bænum. Ég bara ekki að kaupa þetta. Nei, þetta er allavega ég var að taka þetta viðtal og það var ýmislegt áhugavert sem kom fram. Ég selvaði ekki dýra en ég geti það. Nei. Ég hef tók til þess að horfa og hlusta á þetta Þú ert þannig með mann á Zoom frá útlöndum sem telur sig hafa úr helju heimtan vegna lyfs. Hann trúir á það og svo ertu með lækni sem hefur verið sviptur leyfinu sem berst fyrir því að þetta lyf verði lyft sem mikilvægur lyfi. Já, honum raunin ég heyri á honum hann er búinn að eiga hann er búinn að reyna að ná því í gegn. En það leiddi til þess að var sviptur læknaleyfinu. Það var talið og þú ert ekki sviptur læknaleyfinu og þú setur skaða fólk og getur skaða fólk með að gefa eitthvað eitur. Þú getur líka skaða fólk með því að beina því inn í meðferð sem er gagnslaus sem að veldur því að þú ferð ekki þá meðferð sem þú þarft á að halda. Þetta eru tveir útlagar. Þetta er alvarlegt, það er ekki sviptur læknaleyfinu bara af því bara. Tveir útlagar, annar með sérþekkingu á málefninu, skildi maður ætla. Ekki viðurkennda sérþekkingu. Ekki viðurkennda samkvæmt, en hann er sannlega með sérþekkingu. Ég veist hann hafi nú meiri þekkingu á þessu lífi heldur en flestir bara aðrir í heiminum. Hann er og hann talar svona þetta vísinda tungumál og margt að því kannski sem að almenningur er ekkit endilega að skilja hvernig það virkar. Eru læknar í klóm mammons spurning sem að fleiri spyrja. Við sáum fréttum daginn sem að fóru ekkit mjög mikið fyrir en íslenski læknar á landsanum þeir eru allir með sin eigin business líka Þetta er allt annar tegundur heldur en það Já, en þetta er allt annar tegundur heldur en ofnotkun og geðlyfjum og þetta er allt annar tegundur. En það er alveg sama hver stéttin er. Hvort eru prestar, kennara, læknar eða hvað það er, það þarf að sýna öllu þessu dóti aðhald. Þetta mál er í flokknum samsæriskenningar. Þetta er þar. Já. Þetta er ekki svona Þá bjóðum við bara på samsæriskenningar. Þetta er þar. Já. Það sé risastórt samsæri í heiminum til þess að koma í veg fyrir það að krabbamein verði læknað. Já, við höfum heyrt þetta ég man eftir, ég las einhvern tíðan bók sem heit Falið vald, bara í menntaskóla. Þar sem að einmitt Eftir Björn nafna minn hvað heit hann Björn? Til dæmis hann í Fallið frá. Já. Jóhannes Björn, hann er rétt. Hvernig Rothschild gyðingarnir stjórna heiminum. Já. En ég heyri það Gunnar ég ætla að segja ykkur eitt og þegar ég hugsaði það í þessu viðtali ég myndi alveg örugglega nota þetta lyf ef að ég fengi einhvern af þessum sjúkdómum sem að það virkar á. Það eru þeir sem horfa fram á
dauðan. Þau eru til í að gera hvað sem er. Og við þekkjum það, munið ekki eftir þegar fólk fór til Filippsey og lét skera sig upp með einhverju læknum sem að gátu skorið upp bara með höndunum og tóku síðan einhverjar svona vefja upp úr því hendum. Ég er ekki að segja líka svo saman, en ég meina það sem fólk er til í að gera þegar það horfið fram á dauðan er ótrúlegt og það eru eins og til dæmi að fólk nær bata þótt sem að við getum ekki skilið. Það er ekki fyrir en að þú getur gert kannanir á því hvort að tiltekin meðferð leiðir til bata hjá mörgum. Að það er viðurkennt sem læknisaðferð og eins og ég skil þetta þá er þetta að lifa á það hefur ekki verið viðurkennt. Það hefur ekki verið viðurkennt af þessari Lyfjastofnun Bandaríkjanna og við auðvitað fylgjum mjög mikið því sem að kemur frá Bandaríkjunum í þessum efnum. En það sem að mér fannst kannski mér fannst vera svona velvilji í því sem að Kalli Snær að gera og hann hann segir ég hef enga að tapa, hann er búin að missa læknaleyfið og er ekki að beygja sig undir nokkurn mann í því sem að hann hefur fram að færa en hann hefur mjög miklar áhyggjur af því að lyfið þurfa að vera svona dýrt því að fólk er að fara til Indlands og þarf að kaupa þetta á svona svartamarkaði eða jafnvel að smygla því á milli landa til þess að útvega það. Þannig að það er kannski svona það sem að mér heyrist vera hans helsta baráttumál, það var að þetta væri aðgengilegt fyrir fólk sem vildi nota það. Þetta verður auðvitað framleiða ef það færið úr vend, þetta séu Já, það kom meiri sér fram í þættunum að það er einhver Íslendingur byrjaður að framleiða efni og það var svona kannski svona svolítið suss hjá honum, ég var ekki alveg átta með á því hvernig það liggur en það er hægt að fá þetta auðveldlega í Bandaríkjunum en þar hefur verðið verið að hækka út í að þar er þetta mjög eftirsótt en þetta er ennþá mjög útdýrt á Indlandi. Við leggjum þessa umræðu í dóm lesenda og áhorfenda og hlustenda. Fólk er fullfært að meta það sjálft. Já, það er bara svoleiðis. En ætli við förum þá ekki að segja þetta gott í bili. Mér finnst nú alltaf þú Gunnar Smári langbestur í að láta söfnabaukin ganga. Ertu til í að horfa aðeins í þessa vél og segja nokkur orð? Ég ætlaði bara að benda á að það sem að drífur samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfendar sem hafa gerst áskrifendur. Ef að þú vilt slóst í hópinn, eða kannski löngu búin að ákveða að gera það, þá hvet ég til þess að drífa bara í því, fara inn á samstöðu.is, það er nappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinu sem er 2.750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem árekur samstöðuna. Við svona skjóta inn örfáum auglýsingum og svo hlustum við á menn fjalla umdeilda læknisaðferð. Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmduprófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.